ef ég myndi gera eitthvað annað þá væri ég bara ekkert svona sáttur með mig og ég myndi hugsa alltaf svona eftir eitthvað tíma og bara af hverju ekki að reyna að gera eitthvað geðveitt, skilurðu mig. Af hverju bara vera svona mediocre eitthvað heima og svo eitthvað hætta og eins og allir aðrir, skilurðu. Af hverju ekki bara segja bara fuck it. Ég ætla ekki að 100% á menni geta og veita ungu fólki á Íslandi líka innblástur að þú getur gert þetta. Af hverju ekki, skilurðu. Emil Kadri, nefaleikamaður. Þú velkomin í þáttinn. Blessaður, takk fyrir. Hvað segirðu? Ég búinn að vera að fylgjast með þér svolítið á TikTok og Instagram þar sem maður sér að þú ert farin út eða varst út í Vegas að keppa. Já maður, já. En ef við förum svona aðeins bara í byrjunna, hvernig vaknar áhugið þinn að vera atvinnur nefaleikamaður? Aðurlega byrjaði bara með áhuganum mínum að mér fannst alltaf bara mjög gaman að slást. Mér fannst það bara geðvægt eitthvað og þú veist, mjög einfalt að segja það, skilur og þú veist, bara miklu orku, gaman eitthvað, þú veist, alltaf með einhver vandræði, skilur mig. Já. Og þarna, ég var alltaf í einhverjum hóp íþróttum, fattar mig. Mér fannst það bara ekkert, þú veist, passa vel við mig. Það er ógeðslega mikið af krökkum bara eins og ég, sem að passa ekkert inn í, þú veist, þessar típisku íþróttir, fótbolta, handbolta og eitthvað svona sem allir spila á Íslandi. Veist, þannig að ég prófaði fyrst box, ég var svona ok, ég fílaði ekki alveg mjög mikið fyrst en svona pabbi minn svona ítti með þess áfram en ég gat svo með tímanum þá byrjaði bara að elska íþróttina og hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir? Mér langar að segja 10 ára 10 ára þegar byrjaði fyrst svona að ferði á fyrsta æfingu gera eitthvað af viti sko, já. En þú varst búinn að vera að pröfa alls konar hópíþrótti, fótbolta bara þú veist svo allir krakka gera á Íslandi, skilur. Já, einmitt. En hvað það svona mesta sem þú varst heillaði við boxið sjálft? Ég veit það ekki, svona til þess að byrja með það fannst mér bara svona til að byrja með bara að ég var einn. Það var allt svona ég sjálfur. Þetta var ekki, ef einhver annar gerir einhver mistök eitthvað þá fengum við eitthvað, þetta var allt bara á mér. Ef ég tapaði, þá fokkaði ég upp. Ef ég vann, þá var það bara ég, skilur. Já. Einmitt. Að með salni, sko. En þú segir að byrja 10 ára og 22 þetta, þannig að þú er búinn að vera í þessu í 12 ár. Hvernig voru svona fyrsta árin í boxinu? Það var ekkert mjög mikið að gera, sko. Út af því að á þeim tíma, það var mjög erfitt svona tækifærin fyrir menn í þessari íþrótt heima þá voru mikið minni heldur en núna. Það er alltaf að aukast meira og meira svona, þú veist, fleiri iðkjendur, fleiri keppindur og þannig að þú veist, þegar ég var 10 ára það voru ekkert mjög margir fyrir mig til þess að keppa móti hér heima og svona það var ekki fyrir en ég var alveg aðeins eldri, kannski 13, 14 eitthvað hannig, það sem ég byrjaði að fá einhverja til að keppa móti heima byrjaði að ferðast út til þess að æfa og keppa og ég þurfti að gera það, ég þurfti að fara til útlanda alla Evrópu, bara til þess að ná reynslu inn, þú veist, börnunum inn, ná allir þessu inn, fattur ég, það var ekki til neinn tækifæri hérna heima. Já, er þetta stórt samfélag hérna heima? Þetta er alltaf að aukast, sko. Ég myndi segja að gæðan í íþróttinni bara á seinustu nokkrum árum hafa aukist alveg gríðarlega og þetta er alltaf verða mikið betra og betra en svona með að við hvernig þetta er annars staðar í heiminum, þá myndi ég ekkert segja að þetta sé mjög stórt ennþá. Nei, hvernig er þetta eins og samanborið við, þú veist, MMA samfélagi hérna á Íslandi? Sko, þetta er góð spurning út af því að ég held að það sem að þarf að gerast til dæmis í boxi hjá okkur eins og MMA samfélagi er kannski ekkert stærst í heimi en það er samt við erum ennþá með Gunna þannig að Gunni er svona eins og súpustjarnan okkar og það er svona allir svona ok, það er ógeðslega stórt og það er svona samfélagi kringum það og því að Mjölnir og Gunni og því að Gunni er UFC, hann er svona stjarnan okkar það er fyrirmyndin þannig að það þarf einhver að gera þetta fyrir boxi líka heima. Já, er einhver svona á Íslandi sem hafa verið að fara út og hérna keppa í boxi? Já, hafa margir gert það, margir farið út og keppt og þú veist, ég er ekki eini atvinnumaðurinn, það er annar gauð sem heitir Kolli, hann er 17-0, ég er 2-0, hann er búinn að vera mikið lengur í þessu heldur en ég en það hefur enginn svona gert þetta á einhverju leveli kannski eins og myndi segja Gunni eða svona
sem svona landstektu bara, þú veist, skilur mig. Einmitt, komist í svona hæðstu deildina á stæðsta sviði. Nákvæmlega. En þegar þú segir 2-0, hvað þýðir það fyrir þá sem er hlusta? Það þýðir basically að ég er búin að keppa 2 atvinnumannabardaga og ég er búin að vinna á báða. Já. Er það ekki bara nokkuð góður árangur, góð byrjun allavega? Það er góð byrjun, við erum að byrja mjög vel í þessu, já. Hvenær tekur þú það skref og verður atvinnumaður í þessari íþrótt? Ég var á einhvern svona tímapunkti sem svona í ólympíska boxi, það er svona 2 form af nefaleikum basically, ólympískt box og síðan atvinnumannabox og ég tek bara ákvörðuna að færa mig yfir í atvinnumanna þegar ég fæ svona eitthvað tækifæri að fara út til Bandaríkjanna og ég ákvað alltaf svona ef ég ætla að fara þú veist, í pró eða atvinnumanna þá ætla ég að gera það bara rétt, skilur. Mér langar ekki að fara eitthvað og gera eitthvað svona, veistu hvað við, mér langar bara að gera rétt og það var einn náungi sem að ég kynntist í LA október 2002 affluttinn nú til Las Vegas og eitthvað og ég bara, þú veist, fylgjast með hann og ég sá alltaf, þú veist, hvað hann var í kringum, hvaða fólk hann var alltaf í kringum ógeðslega mikið af svona stórum nöfnum og eitthvað, hann var að þjálfa gett mikið af ógeðslega góðu fólki og eitthvað, hann bauð mér að fara þarna yfir bara í nokkra vikur og ég fór þarna og ég sá hvernig það var og ég sagði strax bara, ok, þetta er bara fyrir mig, skilur og ég var með einhverja amatörbardaga, svona, þú veist, ólympíska bardaga eftir, ég tók þau út og eitthvað kláraði það og síðan eftir sumarið þá á seinasta ári, það fór ég bara út og sagði bara, ok, þetta er rétti tíminn fyrir mig og ég fór og ég gerði þetta. Svo tók ég fyrsta próbardaga minn í lok september á seinasta ári með honum. Já, 2024 þá. Já, á seinasta ári mitt, 28. september 2024 tók ég fyrsta próbardaga minn í Mexiko á sama stað og eins og Devin Haney og Ryan Garcia og bara fullt af einhverjum stjörnum að byrja feril sinn í Mexiko og já. En hvernig verður maður svona atvinnumaður, þú veist, hvernig fær maður færðu greitt fyrir hvern bardaga þá eða ertu þá bara með styrktaraðila? Já, það bæði, það náttúrulega fer eftir hver þú ert, þetta er meira svona mjög mikið eins og ég sagði einstaklings, þannig að þetta er bara þú sjálfur og ert kannski eins og ég, þú veist, ég er með samning með þjálfarum mínum og þetta svona umboðsmanna fyrirtæki sem hann með á þetta og svo færðu frá hvert getur sem átt að keppa og síðan líka styrktarallum, þannig að þú ert basically svona mjög mikið sjálfur bara að vinna bara sem þitt eigið brand, þannig að þú ert sjálfur, þú ert vörumerki. Nákvæmlega, basically. Já, einmitt. En þeir eru þá í rauninni með þessum samningu og annað, sérstaklega þegar svona snemma í ferlinu, þá eru þeir væntanlega fjárfesta svolítið mikið í þér til að byrja með. Nákvæmlega, það er svolítið þannig að samningurinn okkar er, þú veist, yfir í nokkur ár og þetta er alveg þannig að ok, til að byrja á ferlinum og þarf alveg að fjárfesta til þess að sjá eitthvað eftir endanum, sko. Já, hvernig sérðu svona með við það að þú ert búin að fara þann út og verið í nokkra mánuð og eins og segir, búin að taka 2 atvinnumanna bardaga, hver er svona aðal munun á íþróttinu úti og hérna heima? Ég myndi segja mest bara hvernig plana og hvernig þeir horfa bara á íþróttana í heild, skilur. Þannig að mér finnst svona eins og þarna það horfa á svona, þú veist, mjög svona myndi ekki útskýra það er svona strategy á bakvið allt, þannig að þau pæla í afhverju þeir eru að gera hlutina. Hérna kannski í Íslandi fólk kannski getur gert einhverja hluti ágætlega en það veit samt ekki afhverju það er að gera eða hvað það er að gera, skilur. Mjög einfaldasta leiðin sem ég get útskýrt fyrir og þekkir ekkert íþróttina, það er svona þú veist hvað þú ert að gera, þú veist af hverju þú ert að gera og veist hvaða mun skila þér síðan eftir að fatta þú ert að svona, yfir lengri tíma líka og það eru fleiri lótur og þetta er meira bara svona eins og þú sért að spila skák og hérna heima er þetta svona eins og þú sért að spila Þú ert bara að leika þér. Já, hvað er þetta? Checkers, ég veit ekki hvað það segir íslensku. Einmitt. Já, þetta er meira úthugsað og náttúrulega umgjörni tölvöld stærri. 100% miklu meira. Já, en hvernig var eins og svona ákvörðun fyrir þig að vera búin að æfa þetta síðan þú varst 10 ára gamall, ákveða bara, heyrðu, ég ætla að fara all in og mér langar að vera atvinnumaður í þessu og mér langar að ná langt í þessu. Hvernig verður svo ákvörðun til? Hvernig svona ferli við að taka þá ákvörðun? Mér fannst bara, þú veist, ef ég myndi gera eitthvað annað þá væri ég bara ekkert svona
sáttu með mig og ég myndi hugsa alltaf svona eftir eitthvað tíma var bara af hverju myndi ég ekki gera þetta af hverju ekki af hverju ekki að reyna að gera eitthvað geðveitt, skilur mig af hverju bara vera svona mediocre eitthvað heima og svo eitthvað hætta og eins og allir aðrir, skilur af hverju ekki bara segja bara fuck it, þú veist gefa mér svo bara öllu sem ég get, skilur núna á meðan ég hef tíma, á meðan ég ungur fer bara hann út og sjá hvað ég get gert í þessu, ég ætla ekki að 100% á meðan ég geta en ef ég fokka upp og það verður ekkert úr þessu þá veit ég alltaf ég gaf allt í þetta í stæðin fyrir ég var bara gett hræddur og var bara eitthvað, nei, mér langar ekki að gera þetta, það er alltaf mikil risk í þessu, að ég er bara frá Íslandi, þú getur ekki gert þetta og eitthvað svona, hlusta á alla hessarættir sem er í haustunum á mér á hverju með þessi degi, skilur í stæðin fyrir að hugsa bara, ok, fuck it, við ætlum bara að prófa að gera þetta, við ætlum að gera allt í þetta á meðan við getum það og þú veist, það er ógeðslega mikið af fólki bara, þú veist, hvernig ég segja þetta veita ungu fólki á Íslandi líka innblástur að þú getur gert þetta akkur ekki, skilur einmitt. Hvernig fækstu svona viðbröðin hjá fólkinu í kringu þegar þú tókst þessa ákvörðun? Mér finnst það mjög jákvæð, sko. Mjög jákvæð? Já, mjög jákvæð, sérstaklega svona þegar ég byrja og allt svona, það er alltaf svona vinnumann sem alltaf svona mjög jákvæð það er alltaf eitthvað svona í haustum ára og eitthvað fólk sem svona horfir á þig sem þú veist alveg svona, þú veist, efast þig sem er alveg mjög eðlilegt, skilur en ég myndi segja mjög jákvæð. Var enginn sem var að halda aftur að þér? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei. Einmitt. Og hver verið, þú tekur sem fyrsta atvinnumannabardagann í fyrra og þú búið með 2, tókstu einn líka á þessu ári þá? Ég tók einn núna þessu ári, 20. febrúar og ég átti að taka annan í mars og í apríl. En þetta kom ekki í ljós út af því að ég var veikur síðan í mars, veiktist mjög illa bara í einhverja 2-3 vikur, bara eitthvað í Bandaríkjunum, það var alveg hrikalegt og þetta ekki í gegn, fengum annan bardaga 5. apríl og fengum að vita bara deginum áður að andstæðurinn okkar hafi dregið úr keppni Já, einmitt. Hvaða áhrif hafði þetta á þig að missa þessa 2 bardaga eftir að vera komin á svona gott rönn? Sko, það var ekki líka bara það var svona að ég var búinn að keppa og þetta var ógeðslega svona fest við vorum búinir að vinna við áttum bara að keppa 2 vikum eftir það strax þetta var ógeðslega svona, við vorum komið með svona pínum momentum og svo kom það ekki í gegn og ég var veikur og svo kom hinn bardaginn líka og ég var búinn að vera þarna næstu 3 mánuði og mér leið, þú veist ég var alltaf að reyna að vera bara, já, þetta er alltaf læg, þetta er alltaf góðu og nokkrir mánuðir og eitthvað svona bara, þú veist, í pínu einhvern veginn svona afneitun en þú veist, þetta var alveg mjög fucking svekkjandi, sko þetta hafði alveg áhrif á mig mér langaði aldrei að játa fyrir neinum og segja aldrei neitt en þú veist, þetta hafði alveg svona andlega bara þú veist Finnst þér þetta að vera dreigð úr drifkraftinu með aukjana kannski? Nei, þú veist, þetta er bara partur að þessu Já, svona, þú veist, ég leyfi mér að vera í svona smástund bara svona, þetta er fucking ömurlegt í svona smástund og svo ertu bara svona, ok, þú getur ekki stjórnað þessu ætlar að bara væla yfir þessu og vera bara, ok, ætlar að leyfa þessu að eyðileggja allt eitthvað sem þú getur ekki stjórnað, eitthvað sem hlutir eru bara svona ætlar bara að vera, ok, þetta er bara svona gerum hvað ég getum Þetta er bara partur að þessu Þetta er nákvæmlega, þetta er bara partur að þessu Þú getur ekki stjórnað andstæðingum Ekki neitt, ekki neitt. Sko. Ég get ekki stjórnað andstæðingum, ég get ekki stjórnað að ég var veikur rúmleikandi í 3 vikur, skilur ég get ekki stjórnað inn að þessu En hvernig ertu að æfa fyrir svona bardaga? Hvernig er æfingaplani hjá þér? Hvernig þá? Þú veist, hvernig ertu að æfa 1 svona dag, 2 svona dag? Já, ég æfi, hvernig þetta er basically, við æfum alltaf 2 svona dag nema á lögðum þarna úti, þannig að það er bara boxæfing hverjum einstu degi, spörrum kannski 2-3 í viku og fer eftir hversu margar lotur við erum að taka og oft bara á móti þarna mismunandi andstæðingum og bara hvergi annars það er í heiminum, þú veist finnur upp jafn gott bara úrval og jafn gott level af sparpartnerum og í Las Vegas, það er allir bara eitthvað svona, þú veist bara vita hvað er að gera, ógeðslega alvarlegir, bara allt bara ógeðslega professional, skilur það er bara, þú veist ekkert einu svona hver er að horfa þetta að sparra, þú getur verið að sparra og það gæti einhver gaur verið bara frá einhverju ristóru promotional fyrirtæki að horfa á þig eitthvað, getur bara breytt lífinu bara út af einhverju sparsessuni þarna og eitthvað, maður er heyrt alltaf einhverja sögur, skilur þannig að, já, við gerum það 2-3 viku, svo er að hlaupa líka, styrtaræfingar, allt onna þetta, skilur Já, styrtaræfingar, ertu að lifta? Lifta, já, lifta þungt. Er mikið liftingum með það? Það fer eftir hvað stíð þú ert á í ferlinu. Þannig að þess að núna yfir svona sumar eða eitthvað svona
tímabil þá kannski liftur mikið meira svo kannski undirbúið fyrir barda þá áttu auðvitað að boxa og gera íþróttina miklu meira heldur en hitt og kardió kannski líka þá kardió líka einmitt að hlaupa sprettina, lengri hlaupin og við vorum alltaf að hlaupa upp á fjallarna líka að það sem heitir Mount Charleston það alveg hrikalegt að veit ég hvað 8.000 fet mikið það var einhverjum margir 1000 metrar upp í loftinu skilur að hlaupa upp það alltaf lögum skilur þannig já en hvernig svona þannig að það alveg mikið lagt í prógramu og annað sem í kringum þetta alveg mikla pælingar já 100% þú þarft að vera með mikinn struktúr hvað þú ert að gera sérstaklega þegar varðar að æfingum skilur að hlaupa, þetta allt inn í þessu þetta allt bara mjög vel planað og þú getur ekki verið eitthvað sérstaklega líka þegar kemur að læra eitthvað svona skill eins og box fattaru þannig að þú verður að vera að vinna bara í hlutunum og þetta ógeðslega svona repetitive íþrótt skilur þú ert bara að gera þú sér þess að gauðra ég fylgst með fólki sem á hæsta level í þessu íþrótt í heiminum skilur og það bara að gera sömu hlutina aftur og aftur og aftur ógeðslega einfalda hluti ógeðslega vel aftur og aftur og aftur og svo þessi krakkar sem vilja gera eitthvað svona get flashy dæmi og eitthvað svona þú sér það en bestu í heiminum gera einföldu hlutina bara ógeðslega vel aftur og aftur og aftur og aftur og aftur það sem þannig sko mastera það sko nákvæmlega en hverju svona heima hafa þá verið að þjálfa þig? Kjartan Valur í Neðleikafélagi Kópavogs hann búinn að þjálfa mig núna ég veit ekki hversu mörg ár hann og svo styrktarþjálfarinn minn Eiður þannig að þeir eru að þjálfa mig heima og svo þeir eru fyrir út þá erum við þjálfanum mína hæðar en þú varst ekki að æfa í einhverju svakalega flottu gymmi þar í Vegas? Jú, ég var í Top Rank gymmi í Vegas mestlega þar en ég fór í nokkur gym líka ég var líka í Mayweather gymmin ofta að sparra Top Rank, ég var í einhverjum öðrum gym Hvað aðal gymmið að núti í Vegas? Ég myndi örgulega að segja Top Rank væri svona mest busy gymmið þarna flestu svona sem þú þekkir og eitthvað svona að gerast þar og hvernig, það bara ekkert mál að komast inn í það eða hvernig? Nei, þú verður eiginlega svona að þekkja eitthvað eins og þjálfari minn hann búinn að þekkja gæðan sem að rekur gymmið bara í einhver 10-15 ára eða eitthvað það bara gaur sem að rekur þetta gym fyrir fyrirtækið og hann búinn að þekka þannig að þú þarft eiginlega að vera með eitthvað þjálfara til þess að geta fara nákvæmlega, það ekki svona bara einhver sem bara hæ, getur eftirna þetta ekki svona commercial fattaru Hvernig fannstu hann að þjálfaraðin sem úti? Ég fann hann í gegnum ég fann hann í gegnum sameiginlegan vin sem kynntist eitthvað með í Þýskalandi á einhverjum æfingabúðum og hann fór til LA á undan mér og ég sagði hann bara, með hverjum varstu eitthvað svona, hann sagði mér frá þessum gaur og ég fór til hans að sparra og æfa og eitthvað, sjá bara, mynda einhver tengsl í LA 2002, ég fór bara einn hana, bara til að checka á þessu og ég var bara að sparra með honum Er 2022? Já, nákvæmlega, í október þá fyrir löngu síðan og ég fór bara til að mynda einhver tengsl og gera og það var bara mjög flott og það kom þannig sé ekkert eitthvað út úr því nema ég tengdist honum og ég kynntist honum allt þetta og svo 2 árum setna þá býður hann mér að fara til Vegas þegar hann búinn að flytja þangað skilur Já, einmitt En hvernig ég get ímyndað mér að það séu svolítið margir þarna úti, sérstaklega í Vegas sem að allir einhvern veginn að vilja vera atvinnumenn eða þekkt nafn í íþróttinni Hvernig að vera í svoleiðis umhverfi? Það geðveikt Það nákvæmlega sem þú þarft að vera með mjög marga svona competitors, fattar mig þú þarft að vera alltaf í samkeppni við einhver fólk, sko, þú þarft að vera með einhverja alveg óvinni, sko eða svona, svona óvinni, samt svona eitthvað fólk sem að, þú ert alltaf að reyna að vera betri heldur en einhver, skilur heldur á tánum 100% verða að hafa Manstu hvernig það var svona upplifun þín fyrst þegar þú kemur að neyða það umhverfi úti búin að vera heima það var alveg pínu sjokkerandi bara menningin líka að sjá kannski levelið Já, og svona meira bara menningin líka í Bandaríkjunum hún allt öðruvísi einhvern veginn og það alveg pínu svona, what the fuck moment en mér fannst það alltaf geðveitt mér fannst aldrei eitthvað svona, kannski fyrstu dagana var svona pínu stressandi út af því að segja út af menningunni, út af hvernig fólki allt og svona, það alveg pínu öðruvísi en mér fannst það aldrei vera eitthvað svona
þú veist, oh fuck moment, meðast alltaf bara geðveikt, meðast alltaf bara svona miklu skemmtilegra, ég var bara að njóta miklu meira hvað ég var að gera og ég bara, byrjaði bara að elska íþróttina miklu meira heldur en ég hafði gert áður út af því að þetta var svo ógeðslega competitive, ógeðslega mikið, alltaf eitthvað að gera, skilur, alltaf eitthvað að læra, meðast bara geðveikt. Já, hvernig finnst þér eins og að halda fókus að vera að æfa og annað í Vegas versus hérna heima á Íslandi? Mér er þá með að ég sé mig alltaf þess að gauðra. Og líka náttúrulega bara umhverfið og annað. Það er náttúrulega Vegas umhverfið til þess að mér finnst það miklu léttara út af því ég er frá heiman, skilur. Þannig að ég er basically bara að fara í nokkra mánuði og ég er bara, þú veist, basically í haustum að ok, við erum komin hingað og núna er bara æfing, þetta, skilur. Þannig að maður setur sig í svona þannig hugafar einhvern veginn þegar maður fer út, maður er bara ok, núna við erum hérna til að æfa, til þess að keppa. Nákvæmlega. Þetta er ekkert í kassíun og ekkert svo leið. Nei, maður þarf að halda sig frá því. Já, það er stórhættulegt. Já, stórhættulegt maður. En þú sem sagt ert þarna út í janúar, febrúar, mars, kemur núna heima því þú náttúrulega bara 3 mánaðir í Ísa. Og hvað er þá svona framöndan? Núna ertu bara að æfa? Já, við erum núna bara að æfa hérna heima, við erum bara að styrkja okkur, við erum að lifta mest, fókusin er þar, sko. Þannig svona planið núna að fara aftur út í júli, koma heim, fara aftur í júli, ágúst, keppa ágúst, september, október, 2-3 ára en árið er búið og síðan koma heim og fara aftur út. Þannig að vísaði mitt ætti samt að koma í gegn í kringum svona ágúst, september á þessu ári. Þá gæti ég verið aðeins lengur þannig úti, sko. Hvað getur þú verið lengur þá? Ég veit ekki alveg, ég held ég geti verið alveg í, þú veist, 6 mánuði eða lengur, þetta er eitthvað svona athletevis, ég er ekki alveg viss með það. Já. Þannig að núna, eins og staðinu núna í dag, þá ertu bara fókus á að æfa og ertu líka þá að setja upp þá barda fyrir hausti þegar þú ferð aftur út eða? Já. Hvað byrjar að skoða það? Já. Við erum að auga á enda ágúst eða enda september. Fer eftir hvort ég fer í júli eða í ágúst, það er svona ekki ennþá vist, en já. Já. En hvernig ertu þá að finna andstæðinga? Umboðsfyrirtæki, þau sjá það fyrir mig. Þau sjá bara allt fyrir þig? Þau sjá allt fyrir mig, já. Já. Og það er eitthvað fyrirtæki sem er þá bara úti? Já, það er sem að þjálfari minn er með sem er úti, já. Já, einmitt. Þannig að þú þarft í rauninni ekkert að spá í því? Nei, ég fer bara út, æfi og allt þetta og keppi skilur þið fyrir það, já. Já. Hvað er þá stefnan hérna núna? Þú ætlar að segja að taka einhverju 2-3 barda árin þetta ári búið. Einmitt. En hvernig er svona fyrir þá sem kannski þekki ekki í íþróttina? Þú veist, hvernig kemst maður eins og á stóra svið þar sem maður sér á netinu og annað? Sko, þetta er mjög mismunandi út af því að hvernig íþróttin er sett upp, þá er þetta ógeðslega svona einstaklings og þú ert náttúrulega bara brandið til að byrja með, skilur. Já. Og þegar íþróttin er sett upp þannig, þá er þetta ógeðslega mikið að menn sem að sjá þetta eru mest að hugsa að græða pening, hver sem þú ert, skilur mig. Þannig að þú verður svolítið mikið að byggja upp bara hver þú ert sem brand og hversu mikið áhorf þú færið á þig, þannig færðu eitthvað pening á þessu. Já. Sem ég segi með að komast á toppinn með að vera þessa heimsmeistaratitla og allt þetta er líka orðið svolítið mikið svona ekki alltaf svo sem er bestur, fatturu, fær mest borgað, fattur mig. Já. Og það er ekki jafnstórt nafn og hann getur unnið dregur að sér. Nákvæmlega, hann getur unnið heimsmeistaratitil og eitthvað, svo getur Jake Paul keppt á móti 60 ára Tyson og grætt svona 300 sinni meira, skilur mig. Já, þetta er búið að breyta svolítið. Þannig að það er svona, hvað er markmiðið í þessar íþrótt? Hvað er toppurinn fyrir þér? Er toppurinn fyrir þér að vera bestur í þessar íþrótt, vinna einhverja titla og þannig að vera heimsmeistari, eða er markmiðið að þú veist, kannski ekki að vera bestur en að reyna að græða sem mest vera þekktastur og græða sem mest pening á þessu. Já, hvað er markmiðið á þér? Að vera bestur. Auðvitað. Markmiðið mitt er meira svona líka komið sér til Íslands. Mér langar að halda þú veist, fyrsta svona alveg pro-bardaðin einhvern veginn á Íslandi. Já. Og til þess að gera það, þá þarf ég að vinna úti, ég þarf að byggja upp nafn úti og ná þess að þetta sé nógu stórt og þannig ég kem með eitthvað belti heim til Íslands og keppi. Það er svona markmiðið mitt einhvern veginn að ég get komið þessu hingað til Íslands og einhvern veginn strákar eins og ég til dæmis eru með eitthvað svona, ok, það er hægt eitthvað
ég get verið með fara í einhverja aðrar íþróttir heldur en fótbolta og handbolta ef þetta passar ekki inn fyrir einhverja unga stráka eins og mig þá svona ok, við getum farið í einhvern annan laga og verið þá þú veist, með einhverja stefnu og gera eitthvað sem maður getur bara benefita mjög jákvæðlega í lífinu, skilur. Já, veitu öðrum innblástur. Nákvæmlega. Já, en hvað svona skref þarf þú að taka til þess að geta náð? Ég þarf bara að halda áfram að vinna. Halda áfram að vinna? Ég þarf bara að halda áfram að vinna, ég þarf að halda áfram að byggja ferilinn minn, ég þarf að halda áfram að steppa upp, fá erfiðara andstæðinga, þannig til ég fæ eitthvað svona tækifæri til að berjast á eitthvað belti. Já. Ég þarf bara að vinna og ég þarf síðan bara að koma heim. Já, einmitt. Þetta verður ágæðisferla. Þetta verður geðvægt. Þetta verður snilld maður. En hvernig svona, þú veist, að við komum aðeins í það að flesti sem hlusta kannski langflestir að væntanlega ekki stíði í hringinn og keppt í boxi að hvernig svona ferli við það að undirbúa sig fyrir bardagann og þangað til að þú stígur actually inn í hringinn og fer að keppa? Ég myndi segja að andla örgulega svona erfiðast. Ég held að fólk horfi á þetta mest sem svona kannski til dæmis fólk sem veit ekki af þessu svona að þetta séu ógeðslega svona líkamlega íþrótt sem þetta auðvitað og þetta er alltaf bara að fara inn í hring og þú ert að berja eitthvað gaur, skilur og hann reyna að taka þér hausinn en þetta er svona andlega miklu meira að þú veist hvernig þú hugsar, hvernig þú veist ertu að berjast við allar þessar svona hugsanir í hausnum þú veist, ertu hræddur við að fara þarna, þú veist, allt þetta skilur mig og líka bara að takast á við svona andlega að þú ert að æfa aftur svo ógeðslega mikill tollur á þig þannig sko en aðna já, þetta er svona andlega hvernig hefur þú verið að sigrast og komast yfir þetta til dæmis eins og segja með andlega viðhorfið Þetta er alltaf miklu verra hausnumar en þetta er í alvörunni þetta er alltaf, þú ert alltaf þjást miklu meiri hausnumar bara þetta er svona þetta er ekkert það slæmt ég hugsa alltaf hannig, ég hugsa bara að þetta er alltaf það slæmt og ég hef gert það millinsunum áður það er það sem ég hugsa alltaf Þetta var eins og Tyson sagði einhvern tímann hann var alltaf skítræddur við að fæna í hringinn allir eru það Já, það er bara partur af þessu 100% ef þú ert ekki stressaður, ert ekki hræddur þetta er bara partur af að vera manneskja sko. Já, einmitt En þú ert núna 2-0 en þú hefur væntanlega tapað einhverjum bardöfum á Íslandi, eða ekki? Ég tapa einu svona á Íslandi á móti gæða frá Noregi og ég keppti svona kannski til dæmis kringum 50 í barda í ólympísku boxi á manna ég kannski með svona kringum 10-12 töpu eitthvað þannig Hvernig er að tapa? Það er fokkin ömulegt fokkin hata það er hrikalegt vill aldrei að tapa Það er bara svo leið Það er ekki verið að gerast En þú veist, hvernig er tilfinningina þegar þú náttúrulega bara getur undirbúið x mikið fyrir svona barda og svo stígur þú bara í hringi og finnur bara þessi hver er miklu betur en ég Það var bara hannig Það er bara, ef þú ferð inn í hringin, ef ég fer inn í hring og ég gerir bara mitt allra besta og þegar ég keppi líka þá bara gerir ég mitt besta og þú veist, gæinn sem ég er á móti það bara gerir stundum að gæinn sem þú keppar á móti er bara betur en þú á þessu kvöldi Allt er lagi, skilur þá bara, þú veist, það er fucking ömulegt en þú bara heldur áfram með lífið og hvað getur þú gert, skilur það er langvest ef þú veist gerir kannski betur eða svona þú tapar fyrir kannski einhverjum dómar óskjöri sem að þú ert ekki sammála eitthvað og þér fannst þú vinna og þetta og það er ógeðslega mikið af einhverju svona kjaftaði í þessar íþrótt, fattarðu mig Það er svona, þú tapar hann eða þegar þú tapar og þú veist að þú gast gert miklu betur bara svona, þú ert ógeðslega vonsvikinn sjálfa þig og þannig það er langvest, skilur mig Hefur þú lent í einhver svona sem því að fannst þú eiga að vinna en dómari sagði Já, 100% það er alltaf eitthvað svona dæmi þú veist, en ég vil samt ekki lifa þannig og vera eitthvað svona þessi, þú veist, ég þoli ekki þessa manneski sem svona tapa og mér er bara svona skömm að vera eitthvað svona mér fannst ég vinna hana bara og dómarni vera eitthvað fórnalamb Já, nákvæmlega, svo létt að fara í eitthvað svona fórnalambstöð ég segja bara ok, bara þeim fannst þetta ok, allt er góð þetta er bara, þú heldur á með lífið þú veist, þú ert ekki að vera að græða á því að vera eitthvað að væla eitthvað dómararnir, þetta og þetta var svona og kaðlarnir voru ekki svona og það er alltaf eitthvað svona afsakanir sem er náttúrulega hrikalegt hvernig menn í bara, þú veist,
í þessari íþrótt, þetta er svo hættuleg íþrótt þú bara að berja hvern annan menn geta verið svo miklu aumingjar og vælt svo mikið yfir ykkur dómar þetta mér illt hérna og svona og allt eitthvað koma með eitthvað svona afsakanir mér finnst það hrikalegt sko ég get ekki ég get ekki tengt við það. Nei, einmitt. En hvernig hefur verið, þú ert að æfa mikið og annað sem bara líkamlegt en eins og þú talar hugafar og annað hvernig hefur verið að æfa þetta hugafar? Ertu með einhverja venjur eða hefði sem þú ert að gera reglulega? Já, það er alltaf verið þetta er alltaf prósess, skilur að þjálfa upp eitthvað hugafar þú ferð ekkert inn í einhverja íþrótt og bara búm, þú ert bara winner, skilur með eitthvað mentality bara ég ætla að vinna, skilur þú ert aldrei með neitt svona þannig að þetta er alltaf ferli, skilur með hverjum barda þá er þetta svona meira hvað ætla ég að gera, skilur og hvernig ég hugsa alltaf mitt hugafar er alltaf þegar ég fer í eitthvað barða er alltaf, ég ætla að stjórna því sem að ég get gert þannig ég get sofið nóg, ég get borðað þetta ég get hitað upp vel, ég get æft vel ég get farið eftir gameplanum mjög vel, ég get verið allt í þessu dæmi, ég stjórna ekki hversu góður andstæðingur minn er ég stjórna ekki dómarunum, ég stjórna ekki þessu þannig að sama hvað það gerist eða eitthvað ég er að stjórna mér þannig að ég get gert allt þetta upp minni bestu getu ég hugsa ekki hvað andstæðingur minn er að fara að gera ég hugsa hvað ég er að fara að gera Hvaðan færðu þetta viðhorf? Ég veit það ekki, ég er bara einhvern veginn örgulega mikið af fólki sem að hefur sett þetta einhvern veginn í mig þjálfarar minni sem ég hef haft en þú verður eiginlega bara að gera það, mér finnst það mjög svona basic einhvern veginn að hugsa bara hvað þú ert að gera en ekki hvað það sem áttum móti er að gera eða hvað allt hitt er í gangi í kringum hvort þessi áhörðundin eða loftið eða kalarnir í hringnum eða dómararnir eða whatever, skilur þú bara hugsa hvað get ég gert, skilur Já. Hvað myndirðu segja hafi svona haft mestu áhrif á þig hingað til á þínu ferli? Hvernig þá? Einhver aðili eða eitthvað sem hefur komið upp í ferlinu, eitthvað svona lærdómur Sko, ég hef haft mjög góða þjálfara núna heima og úti og ég hef haft ógeðslega gott bara svona bakhjarl í kringum mig, bara fólk sem að styðja mig kringum þetta og allt bara, ég get aldrei sagt að ég sé, og ég þoli ekki að fólk segir eitthvað svona, að segja svona eitthvað svona self-made og þú ert það bara ekki þú ert það ekkert, þú komst ekkert inn í hann heim sjálfur til að byrja með, sko það er ekkert, það er bara, hvernig myndir þú gæst ekki fæðist og komist inn að það var ekki fyrir það allt fólki sem hefur hjálpað þér kringum öll þessi ár og þú segir síðan að þú gerir allt sjálfur sem að ég bara ekki rétt en ég myndi segja að það væri alveg pabbi minn út af því að ég hafði aldrei byrjað að æfa að það væri ekki fyrir pabbi minn ég hafði aldrei stikkað við eitthvað og sé þetta svona in the long run að það væri ekki fyrir pabbi minn að svona íta mig áfram og það er ekki alltaf svona einhverjir krakkar sem eru ungir eitthvað svona það er ekki alltaf að þeir bara þeim líka bara ekki vel við það sem eru að gera það er alveg í mörgum tilfellum bara mér finnst bara ekkert gaman í fótbolta eða þessu gerum eitthvað annað það er alveg satt stundum eru krakkar bara aumingjar þeir nenni ekki að fara á æfingu og þetta er erfitt og þeir eru bara prinsessu, skilur nenni ekki að leggja á sig eitthvað aga og gera bara eitthvað vitleysu, skilur og fóldrarnir eru mikið svona allt í lagi, farið bara iPodinn og láta þið bara vera, skilur og þeim er svona ekki alveg sama myndi ég segja, en svona meira svona leyfa þeim bara gera það sem þeir vil, en mér finnst eins og pabbi minn svona, ef hann ekki fucking, ítt mig áfram í bara, ég er ógeðslega þakklátur fyrir hann, bara ítt mig áfram, bara nei, þú ætlar ekki að vera bara liggjandi og gera ekki neitt, þú ætlar bara að fara æfingar og finna þér eitthvað markmið og finna eitthvað svona aga sem setja mig í, fótbolta allt þetta, setja mig síðan í box, setja mig á, að læra á gítar, fattar mig, þannig að svona ítti mig alltaf áfram til þess að vera betri, þess að bara nei, þú ert ekki að fara að vera fucking aumingi, skilur sagði það bara við bara, mjög ungur fattaði bara, mjög þakklátur að vera með eitthvað sem að svona hélt manni, við kunum að segja á íslensku accountable fyrir öllu bara ég get ekki nákvæmlega, skilur þannig að ég held að það hefur örgulega haft
stærsta áhrif á hann. Já, en ennþá er keirað áfram í dag. Já, þetta, degi, alltaf. Já. Var hann sjálfur í bóksi eða? Nei. Var ekki sjálfur í bóksi eða eitthvað neitt þannig. Hann bara, þú veist, áhámaður það, skilur. En já, vildi bara koma þér áfram. Já, þetta. En hver svona í sportinu sjálfu, bæði hérna heima og kannski úti, að vera svona stæðstu fyrirmyndir sem að þú hefur hort mikið upp til og kannski móta því? Sko, ég myndi örgulega að segja örgulega tveir bestu vinir mínir frá Danmörku sem ég var með núna út í Las Vegas. Já. Þeir svona hafa verið á einhverjum hætti fyrirmyndir fyrir mig, þeir svona sveipuðum aldrei og ég einn fór á Ólympíuleikana seinast ári, skilurðu, og það er svona að vera einhvern veginn, þú veist, þetta vináttu samband, við bjóum saman í Vegas í 3 mánuði og eitthvað, og mér finnst það einhvern veginn svona, eins og þú segir einhverja fyrirmyndi, þetta er bara svona einhver vinátta sem að finnst mér hafa gert svo mikið fyrir mig, út af því að hann bara, þú veist, einhverju 2 tvíburar, skilurðu, sem að eru frá bara einhverjum sveitabæ í Danmörku, bara eins og ég, þú veist, frá Íslandi, skilurðu, þeir frá Danmörku, ekkert eitthvað stærsta tækifæra land fyrir þessa íþrótt. Nei. Og þeir hafa, þú veist, einn komist á Ólympíuleikana, skilurðu, og þeir eru að fara núna að gera sama og ég með sama þjálfara í Las Vegas, fatturu, þannig að svona vera einhvern veginn kringum það líka heldur að hefur á sko síðanst árum gert mjög mikið fyrir mig. Já, hvernig kynntistu þeim? Bara á einhverjum svona mótum. Já, bara úti? Já, bara í Evrópu höfum farið á mikið á svona einhverjum boxmótum, svona alþjóðlegum landsliðsmótum saman, skilurðu. Já. Og ég hef kynnst þeim einhvern veginn gegnum það bara. Já, en einhver svona þekkta fyrirmyndir í boxheiminum? Mayweather eða einhver Já, örgulega mest hann, sko. Ég hef eiginlega hort mest á hann bara sem krakki, fattur. Það er alltaf, þú veist, mikið svona, ég myndi aldrei segja einn annar, kannski Mayweather örgulega mest, og ég hef einhvern veginn bara fílað einhvern veginn hvernig hann hefur svona hugafæri hans núna, hvernig hann hefur svona breytt einhvern veginn, þú veist, og það er alltaf allir eftir honum, skilur eftir að Mayweather kom og gera þetta að svona hvernig hann vildi hafa þetta, þá byrja allir að reyna að gera alveg eins og hann, skilur og eitthvað, þú veist, hann auðvitað og þú veist, Muhammad Ali líka og einhverjir svona gaurar, en já, alveg mest Mayweather. Já, hver myndur segja að væri svona besti bóksinn? Mayweather, 100%. Mayweather? 100%. Já, einmitt. En þegar kemur að bóksinu og ég held að það sé svona bara svona mjög svipað hugafari í rauninni skiptir ekki máli hvað þú ert að gera, heldur hvernig þú gera það. Sem að þora að fara að taka skrefið og eins og þú segir að fara all in og elda drauminn. Hvaðan heldur svona, hverju heldur þú sé svona þín styrkleikar þegar kemur að því? Ég hef held ég bara svolítið mikið svona eitthvað svona, hvernig segir íslensku, svona tolerance fyrir, þú veist, risk, fyrir áhættu, skilurðu mig. Þannig að mér er alveg sama þú veist, ef ég legg allt í eitthvað og þá ég veit alveg að það getur allt fokast upp, en ég veit að ég hef allan að tíma og ég er ennþá mjög ungur, skilurðu, þannig að þetta er ekki allt búið, fattur, og Þú er tilbúin að leggja inn vinnuna? Já, nákvæmlega það líka, þannig að ég er tilbúin til þess að, þú veist, allar þessar fórnarnir, fattur, ég veit líka bara að, þú veist, ef ég ætla að ná okkar til langt, ef ég ætla að gera eitthvað, þú veist, sem er bara eitthvað mjög áhugavert, skilurðu, ef ég ætla að gera eitthvað að viti, þá þarftu að fórna hlutum, þú þarft að gangi í gegnum eitthvað phase sem þú ert bara að byggja og það er allt bara mjög erfitt og þú ert bara að læra ógeðslega mikið líka á þessum tíma og því þér líður ekki þægilega. Það er bara, hvern einasti dagur er bara, þú veist, bókstaflega bara stríð, skilurðu mig. Það er bara þannig, þú verður að gangi í gegnum það. Ef þú gengur ekki í gegnum einhverja erfiðleika bara á hverjum einasti degi bara að berjast, skilurðu, þá ertu ekkert að vaksa. Það er engin karakter í þér, skilurðu. Þú ert ekkert neitt karakter og þú verður að gangi í gegnum þetta allt til þess að byggja góðan karakter og vera bara hver þú ert, skilurðu. Þetta er ekki allt svona hvað mér langar að gera. Þetta er enda gott sem þú segir núna með svona fyrirmyndir og hetjur og eitthvað svona. Ég vill bara sjá sjálf á mig eftir 3 ár, eftir 5 ár. Ég er að chasea sámannesku og hugsa, ok, eftir 5 ár þá er ég þetta. Skilur, ég er að chasea það er fyrirmyndin mín. Ég eftir 5 ár, skilur, ég ætla alltaf að vera betur og vera að vaksa og ég veit hvað ég þarf að gera til þess að koma þangað. Já,
En hversuna myndur segja að það svona skipti þér svona miklu máli? Hvað skiptir mér miklu máli? Að geta verið að vaxa og vera, eins og segir, að vera alltaf betri og betri og betri. Mér finnst að vera bara skylda fyrir mig sérstaklega að sýna bara fólki að ef það er einhver sem er að fara að gera það, af hverju ekki þú? Já. Og mér finnst líka bara, þú veist, óvirðing fyrir fólkið sem hefur lagt allan tíma og vinnu í mig að svo ég var betri, mér finnst að vera óvirðing fyrir þau að ég sé ekki að leggja mitt allt til þess að gera þetta. Þannig af hverju er þú veist, Kerri búin að setja allan tíma í mig, af hverju Eiður styrktarþjálfarinn búin að setja alla tíman í mig, pabbi minn að ýta mig áfram síðan ég var lítill krakki, bara fyrir mig til þess að bara, ég veit ekki, gera eitthvað bull, skilurðu. Mér finnst það ekki make a sense. Einmitt. Finnur þú fyrir ábyrgðinni þar? Ég finn fyrir ábyrgð en ekki á einhvern hátt að þú veist að þetta er bara fuck, ég verða að gera þetta þannig. Ég finn fyrir svona ábyrgð eins og bara ok, við erum allir saman í þessu, skilurðu mig. Og langar að standa þig. Nákvæmlega, mér langar að standa mig á jákvæðan hátt, skilurðu. Þannig þetta er alltaf þannig að þú veist alveg, þú ert með gott fólk með þér og það er auðvitað ábyrgð með því, sko. Já. Myndirðu segja að hafa alltaf verið draumur hefur að vera atvinnumaður í hnefaleikum? Já, ég myndi segja það. En hvað er svona stóri draumurinn hjá þér? Við talaðum að geta komið með hnefalega eitthvað til Íslands og verið með atvinnumann og bardaði hérna. En hvað er svona stóra myndin? Hvernig sérðu fyrir eins og 22 ár núna þegar þú orðin? Hvað eftir, kannski 30, eftir 8 ár? Hvað er það svona sem þú vilt hafa lokið eða áorka? Mér langar mest eins og þegar ég segi mér langar að koma þessu til Íslands, þá er alveg mest pælingin að þú veist, ég vill að það sé leið fyrir, þú veist, unga krakka eins og þegar ég var yngri og ég var kannski ekkert vestur á þessum krökkum sem voru alltaf að slást og eitthvað svona. Nei. En ég vill koma þessu hingað þannig að þú veist, það sé eitthvað svona, einhver leið fyrir krakka sem að passi ekki í sig, þeir passi ekki alveg nógu vel, þannig að þau fá ekkert svona aga og þau fá ekkert svona út af því að fyrir einhver ástæði þá verðist eins og bardaíþróttir, kannski box, MMA, hvað sem það er, það svona dragar að sér svona einhverjum krökkum sem að eru svona vandræða gemsar, þú veist, ég get ekki fundið betur orð fyrir það, en það svona verðist draga að sér einhverja þannig krakka, sko. Ég vill að þessi krakkar, sérstaklega það sem ég þurfti þegar ég var yngri, að bara svona, ok, hann getur gert það, ég get gert það líka ef hann getur það á Íslandi, skilurðu. Og það er alltaf verið að aukjast að einhverjum krökkum sem að bara, þú veist, mér finnst mjög mikið svona að finna einhverja stefnu og ert með einhvern aga að koma einhverju áfram. Það er ekki ástæðan fyrir að krakkar í dag eru ekki, þú veist, að gera eitthvað bull, það er ekki út af því að, þú veist, ég veit það ekki, út af því að þeim líði illa út af hina, þessu, ég veit ekki hvað, það er bara því að það er ekki minna stefnu, það er ekki neitt markmið, það er ekki tilgangur eða neitt purpose eitthvað, hvað við erum að gera og kannski allir þessi típisku hlutir sem á Íslandi virki ekki fyrir þá, skilur, kannski getur þetta verið einhver leið fyrir það og ef ég get gert það, ef ég get sýnt krökkum að það er önnur leið, skilur, þau getur hort á mig keppa á Íslandi, þú veist, það er aðal markmið mitt, skilur. Já, þannig að þú myndir kannski vel vilja vera sjálfur með þetta boxgyminu í Íslandi. 100%. Já. 100%. En hvað svona ráð myndir þú gefa yngri útgáfun af sjálfu þér? Fyrir kannski 5-6 árum. Ég myndi segja bara ekki vera hræddur. Já. Ekki vera hræddur hvað fólki finnst þau, hvað aðrir segja, skilur. Ég myndi segja bara go for it, skilur mig. Veist ekki, basically. Já, ekki hlusta á aðra. Já, veist, ekki hlusta á aðra að einhverju leiti að þú ert að efast sjálfa þig og þú veist bara eins og á Íslandi til dæmis, þetta er bara mesta slúðurland í heiminum, fattarðu mig. Fólk elskar að tala annað fólk, fattarðu, en það er enginn að gera neitt, fattarðu. Nei, það er enginn sem er komið lengra en þú sem er eitthvað að slúðra þig. Nei. Það er fólki sem er að draga þig niður, sko. Það er svolítið þannig, sko. Já, einmitt. Ekki hlusta aðra og ekki láta aðra segja hvað þú getur og hvað þú getur ekki gert. Nei, þetta eru takmörkin sem þau eru að setja fyrir sjálfan sig og þau setja á þig, skilur. En þú
þú verður að setja þér þitt eigið, þú veist, hvert get ég farið sjálfur, skilurðu mig, og það ekkert limit það ef að þú bara, þú veist, fucking trúir að sjálfa þig, skilurðu mig, bettar að sjálfa þig, skilurðu mig. En þú náttúrulega byggja upp innri trú með sjálfu þér, það með að gera hluti sem eru meira krefjandi. Nákvæmlega, þú getur ekki bara farið inn í eitthvað herbergi og byrja bara að huglega, skilurðu, og bara $1,000,000 bara koma. Það virkar ekkert svoleiðis. Nei, nefnilega ekki. Nei. Hvernig lítur út bara eins og svona venjulegur dagur hérna núna þess að ert að æfa þig og ert undirbúið þig fyrir hérna hausti? Bara, þú veist, ég kannski fer bara æfingu á mótnana, svo ég að þjálfa, þú veist, úlingahóp hjá okkur upp í Hnefileikafélagi Kópavogs, svo kannski æfi ég aftur eða eitthvað og beislið þannig, sko. Já, ert að æfa bara mjög mikið? Já, ég bara æfi og ég þjálfa, kem heim með hundinum mínum, skilurðu. Já. Svolítið bara mjög rólegt að gera hérna heima, sko. Það bara þægilegt. Já. Hvernig finnst þér hérna það að vera að þjálfa aðra? Mér finnst alltaf gott að gefa minn tíma fyrir fólk sem að vill læra og koma áfram, skilur. Þannig að ég að þjálfa sérstaklega, þú veist, unga krakka og þannig, úlinga, þá finnst mér það mjög gott út því þau vilja keppa, þau vilja læra og þannig, skilur. Já, þú ert fyrirmynd fyrir þau. Já, ég vona það. Ég vona að, þú veist, ég get gefið einhver svona innblástur að, ok, ég sé að gera þetta, ok, við getum gert þetta, skilur. Þau hugsa einhvern veginn þannig. Einmitt. En þú ert væntanlega á einhverju mataræði og annað núna, ertu að taka eins og kaldar sturtur og hugleiða eitthvað? Já, ég er búin að vera að minna í kaldsturtunum undanfarið, sko, ég eitthvað meira í sánunni og hannig. Já. Þú veist, ég borða eiginlega bara frekar hreint. Já. Bara og tek fæðabúturefni frá segkallinum. Já. Og sér er bara góður, sko. Já, það skila sér. Já, og stelst í einn og einn giflapoka hér og þar, en af hverju ertu minna í köldusturtunum? Ég veit að ég er bara ekki búin að nenna því, sko. Já, þú ert of góður. Ég er ekki búin að nenna því, en ég er svona hér og þar fer í kannski kaldabotinn og eitthvað svona, en ég er samt myndið ekkert eitthvað, já, ég er samt hér og þar, ég bara er ekkert mikið að nenna því, samt. Nei. Eitthvað mikið í því, eða? Alltaf. Alla mótana? Já, ég bara gerði samningu sjálf ég fer ekki út úr húsi fyrir ég klára kalda sturtu. Já, það er búin að vera í mörg ár, sko. Það er gott, sko. Það er bara langbesta leiðin til að byrja daginn. Sko. Ég var alltaf að þessum maður, ég var alltaf að fara í kaldsturtu eða kaldan pott og þú veist, fór ekki séðan aftur í heitsturtu, fór bara kalda sturtu og bara beint á æfingu. Það er svo átt að gera. Ekki að þetta, sko. Það er svo átt að gera. Eða þegar í vetur var ég alltaf að hlaupa líka að bera ofan, skilur, þú veist, í snjónum og eitthvað í kuldanum og fara síðan að lifta og eitthvað. Bara ekki að nenna þessu undanfarið. Já, ég myndi segja að eftir að byrja á þessu aftur, sko. Já, það ekki. Byrja að teka kalda sturtu og byrja rúmið, þá áttu strax búin að áorka yfir daginn. Árið byrjaðir. Já, þá áttu byrjaðir, sko, og ferðað fullt eftir það, sko. Já, nákvæmlega. En hvað myndir þú segja að sé svona stæðstu áskorunni fyrir þig núna? Það er náttúrulega að æfa fyrir þessa barda, en hvað svona sérðu fyrir, hvað er það sem að geti staði í vegi fyrir því? Að þú myndir komast nær þeim draumi sem þú með þér að bara ég sjálfur að ekki að standast við hvað ég lofaði sjálfur mér að gera og ég sjálfur, þetta er basically allt bara í mínum höndum, annarkvort get ég gert það ég ákveð að gera bara ger ég það eða ég ákveð að gera það ekki annarkvort, það er bara eina sem er allt bara ég. Já, bara mæta á hverjum einstum degi og leggja vinnuna. Já, basically, það er alltaf bara eina sem stendur í þinn megin vegi er bara þú, sko, og maður séð það bara allt og oft hvernig fólk er bara, þú veist, stæðsti óvinur maður sér svo sjálfur, skilur. Já, maður dregur sjálfan sér niður. 100%. En þú talaðir aðeins um tilgang og svona markmið áðan. Ert þú duglegur sjálfur að setja markmið og skrifa niður, þú veist? Þú verður að vera með minni markmið ok, segjum hvað er við að fara að gera í þessari viku og svona þannig og svona langtíma markmið, svona stóru markmið sem verður að ná. Þú verður að vera með það út af því að þú verður að, þú veist, hafa eitthvað alltaf til þess að ná í, skilur. Þetta er svona eins og þú gefur, þú veist, hundinum nammi eða gulrót fyrir að gera eitthvað. Þú verður alltaf að vera með svona eitthvað til þess að ná í og því að ert ekki menna stefnu þá bara, ok, byrju, hvað er við að gera, skilur. Þetta er svona, ok, þú ert alltaf bara að fara að lifta og alltaf að taka bara eitthvað í skott í dag og á morgun og bara, hvað ertu bara að ná yfir eitthvað tíma, skilur. Þú verður að vera með, ok, yfir 6 mánuði þá ætlum ég að ná 140 í skotti,
og hvernig alltaf ná, ef þú gerir eitthvað plan og reynir að ná því, annarkvort nærði eða ekki, en þú ert alltaf með eitthvað til þess að ná í. Ég myndi með þess að argjó að það er ekki eins og það að ná markmiðinu. Ég myndi segja að það skiptir minna máli heldur en að vera alltaf að chasea eitthvað fucking markmið. Það heldur bara svona, þú ert alltaf að reyna að ná einhverju. Það heldur við efni. Þú verður að hafa eitthvað svona. Já. Hvað er það sem þú heldur að verði til þess að fólk ná ekki markmiðan sín? Bara, þú veist, það sjálft, 100%. Það sjálft, það bara gerði ekki það sem að lofaði sér að fucking gera. Já, einmitt. Það er góða punktur. Hvað þegar þú ert að setja þessi markmið og þessi tilgangur stefnur, þú veist, hvernig ert að setja þetta upp eða ert að skrifa þetta bara í bækur? Já, ég skrifa þetta kannski Símon með einhver markmið sem við viljum ná, þú veist, sama hvort það sé, þú veist, fyrir þessa viku, fyrir næstu 2 vikur á að, þú veist, segjum við sem að kötta, við viljum ná þessu markmið, ok, segjum að markmið er að enda árið til þess að ná þetta, við erum að ná, þú veist, hvað sem það er, bara eitthvað. Og ertu að minna þig reglulega út og fara yfir þetta kannski hverjum degi? Þú verður að gera það, alltaf. Fara yfir þetta hverjum einsta degi? Já, fyrir eftir hvað markmiðið er, en já, eiginlega, já. En hvernig er með svona þegar maður er að koma sér á framfæri og er að byrja eitthvað nýtt, þú veist, eins og með fjármál og annað, þess að náttúrulega tengist bóksjón líka, þú kannski geta að fá mikið greitt í byrjun, en hvernig sérðu svona fyrir þá þróun hjá þér eiga sér stað, þú veist, hvaða markmið ertu með það kemur að því? Það er mest þá að hafa eitthvað value fyrir fólk, skilurðu, þannig að þú koma með eitthvað value tilbaka. Þannig að þú veist eins og núna þá er ég með fullt af styrktaraðilum fyrir síðasta bardaga minn og ég er með x mikið markmið að ná styrktaraðilum fyrir næsta bardaga minn og í þessu ferli er þetta mjög mikið bara svona ok, ég þekki þennan gaur, þessi gaur og þetta er meira svona ok, við gefum eitthvað penning og eitthvað kaupa til dæmis logo á stöðbuxunum mínar þegar ég keppi og þannig ég sel það og allt svona dæmi en at this point núna þá er ekki þannig sé að fá mikið tilbaka fyrir það. Nei. Ég að keppa einhvers staðar í Bandaríkjunum með Mexíkó með eitthvað íslenskt fyrirtæki. Það er svona, ok, við fáum alveg eitthvað svona cool og nett og eitthvað en það er ekki þannig. Þannig að það eru oftast bara að gefa eitthvað value tilbaka svo eitthvað svona fyrirtæki geta, þú veist, vilja gefa manni, styrkja mann, gefa manni pening og líka þá að þú ert komin orðin betri, steppar upp, keppar á móti betri anstæðingum, fær meira fyrir það, skilurðu. Þannig hvernig virkar þetta er náttúrulega dýrt að vera að ferðast og keppa og það er nú ekki ódýrt að vera þannig í Vegas. Nei, það er ekki ódýrt sko. Þetta er mjög dýrstaðar sko. Já. En hvernig eins og ég hef verið að fylgjast með þér á TikTok aðalega og vendilega líka þá Instagram með svipað, hvað er svona markmið með markasetningunni þar og ert að markasetta fyrir íslenska marka þá? Aðalega pælingin eins og ég sagði hann mér langar að markaðsetja þú veist, sjálfa mig eða bara svona og veita ungu fólki eitthvað þannig ég meðslega hugsa bara the youth fattar mig, þannig ég vill bara að einhvern veginn the youth horfi á mig og eins og ég sagði finna einhver aðra leið og einhver svona eins og sagði vandræða gemsar finni þessa íþrótt skilurðu, eða það passar ekki allt hitt og það er eitthvað ok, við getum fundið og það er ekki eins og bara þetta að ungi krakkar fatti bara að þú veist, þú verður að vera með einhverja stefnu, einhver tilgang skilurðu mig, þannig myndu vera góður skilurðu mig og það ástæðan, mér finnst ástæðan ekkert að þú veist krökkum líða illa í dag er bara að þeim líður eins og bara hvað er að gera skilurðu, það er engin tilgangur, við erum ekki með neinn markmið, við erum ekkert að reyna að ná einhverju, við erum ekkert að reyna að chase eitthvað, við erum ekkert að reyna að betrum bæta okkur á hverju meðansta degi, skilur mig. Já. Þannig að það er svona hvernig ég vil gera mitt svona image að svo ungi krakkar fatti bara, þú veist, finni eitthvað sama hvað er sem að þið elskið, sama hvað fólk segir ykkur að gera, finni það og reyna að vera betra á hverjum einasta degi sem einstaklingar, sem í þessu, sem bara hvað sem það er finna eitthvað til þess að chasea aftur, veistu hvað við? Svona þannig einhvern veginn. Einmitt. Að vera líka bara góð fyrirmynd. Nákvæmlega. Ertu með eitthvað svona plan hvernig þú ert að setja þetta, þú veist, og ert að búa til efni og annað til þess að posta á þessa miðla? Já, ég basically bara tala. Ég bý til kannski bara einhver myndbund og ég kannski bara segja eitthvað yfir því og tala eitthvað mér finnst þetta, þetta og eitthvað svona
og kannski oftast að reyna að tala veita til ungs fólks að þau reyna að fá svona, finna eitthvað svona tilgangur inn að ná því og vera betur á hverjum degi. Já, og einmitt að dokumenta þá vegferðina hjá þér líka. Nákvæmlega, að geta séð bara, þú veist, að þú getur gert það sjálfur. Þú veist, ef að ég myndi ekki fara til bara LA og hugsa bara, fuck it, fara bara sjálfur og mynda þessi tengslanet, skilurðu, það er aldrei gest að hann sagt, herri, komdu með mér til Las Vegas og allt þetta. Þannig þetta er allt eiginlega einhvern veginn svona gert út frá því að ég kem þangað og ég er í þessari stöðu sem ég er, þetta er allt ég að sækjast eftir þessu sjálfur. Þetta er ekkert, ef ég hefði sitið hérna heima og verið bara eitthvað að kýla í eitthvað púða, það hefði ekkert gest, nema ég fór út, tók eitthvað sjens á eitthvað sem að gat bara fókast upp og verið bara ekki neitt, skilur, allir tími og peningur gat farið bara í ekki neitt, skilur, en ég gerði það, kom eitthvað gott úr því, skilur. Já, einmitt, þú varst ekkert að láta það stoppa það neitt. Nei, alls ekki, og mér finnst líka bara, þú veist, að til dæmis eins og ríkið ætti að, þú veist, hérna heim á Íslandi, Kópavogur og Reykjavíkborg og þannig, ætti að fatta hvað svona, þú veist, til dæmis bara íþróttastofnanir eru mikilvægar, finnst mér. Til dæmis eins og bara boxið með okkar, mér finnst það svo ógeðslega mikilvægt og mér finnst það ætti að vera setja miklu meiri peninga í að setja bara krakka bara, þú veist, í íþróttir sem bara ungi krakkar, sama hvað það er ekki allir að fara í einhverjar hópíþróttir, sömu krakkar eru bara slást. Vilja bara kýla í eitthvað og vera bara aggressífur og eitthvað svona og kannski getur þetta að henda þeim betur. Þeir að fá útrás einhvers staðar. Þeir að fá útrás einhvers staðar, skilur þau. Og mér finnst það, þú veist, mér finnst bara að, þú veist, ef að ríkið getur gefið einhverjum pening til þess að fara til mismunandi skóla og vera að tala eitthvað svona, hvernig allir kallar einhverju karlrembur og eitthvað djösurugl, skilur vera eitthvað að mála á þessu neglunar og gert einhverja eyrnaloka og þú veist, svona láti eins og bara nei, er fólk pirrað eitthvað að horfa allir á mig, skilur og eitthvað svona djösurugl. Ef við geta gefið þannig gaur, þú veist, 1 milljón á mánuði til þess að tala við ungt fólk, þá getum við gefið svona íþróttastofnunum meiri pening til þess að bara byggja upp eitthvað starf fyrir ungt fólk betur, skilur. Já, byggja upp gott og jákvætt umhverfi fyrir það. En einn svona spurning að lokum, ég spyr alla sem að koma, hvar sérðu svona sjálfa, það sem ert ungur, þá ætla ég að spyrja þig, hvar sérðu sjálfa fyrir þér eftir svona 20 ár? Og þetta talaður áðan aðeins með drauminn, sko, en þú veist, sérðu fyrir þér að þú sért þá afturkomandi til Íslands og... Já. Ég sé 100% fyrir mér að ég verði einhvers staðar búandi á Íslandi á þeim tíma. 100%. Mér finnst mjög gott að vera á Íslandi. Þó þetta fyrir út, það finnst mér alltaf mjög gott. En ég sé allan að sjálfa mig eftir svona 20 ár. Ég sé sjálfa mig, ég vona að ég verði ánægður og svona með allt sem ég hef gert. Ég vona að ég sé tilbaka, ég horfa á feril minn og ég horfi bara ég gerði bara allt sem að mér langaði að gera. Og ég gerði bara að minni bestu getu og eitthvað sem að gerði sem ég langaði ekki að hitta þetta, þá get ég allan að sætt mig við það að ég gaf mitt allt í það, skilur mig, að ég hugsaði aldrei svona, að ég var aldrei hræddur að gera eitthvað og stoppa út af einhverjum aðstæðum, skilur mig. Þannig ég sé allt svona sáttur með það og ég vona að ég sé bara, þú veist, fólk muni eftir mér á Íslandi sem bara einlæg manneskja. Það er bara eina sem bara mjög venjulega og einlæg manneskja sem bara lifði lífinu sínu eins og það vildi. Já, einmitt. Hvað er svona atvinnumannaferill í boxi langur? Það fer eftir. Þú getur bara verið... Já, fer eftir bara hversu mikið lætur berja þig, sko. Það er svolítið mikið hannig. Þú getur tekið mörg högg. Já, nei, það bara, þú veist, ef þú tekur mjög mikið af bara, þú veist, damage, þú veist, mjög mikið í ferlinni, þá ert ekki að fara að endast mjög lengi. Þess vegna er svona mjög, þú veist, mikilvægt að undirbúa sig alltaf mjög vel. Það er kannski eitt í þessu sem við erum ekki búin að ræðum á þessu nótum þú veist, er hættulegt að vera að fá öll þessi höfuðhögg. Þú veist. Og hvaða áhrif það geti haft á þig? Það er alltaf hættulegt, skilur. Þetta er ekki eina íþróttin í heiminum sem er hættulegt, fattar mig. Nei. Þú veist, fimleikar, amerísku fótbolti, hockey, allar þessi íþróttir eru mjög hættulegar, skilur mig. Já. Þannig að, þú veist, auðvitað er hætta í þessu. Já. Og það gerist alltaf eitthvað svona frík dæmi, fattar mig, sem að menn slasast mjög alvarlega. Já. En
þú veist, eina sem að þú getur í rauninni, sko, það líka upp á þér komið hversu vel þú ert undirbúin til þess að keppa, þarna skilurðu mig. Það glæsilegt. Það eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? Nei, ég held ekki. Nei. Það búið að vera gott spjall, bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma. Já, takk fyrir að hafa mig, maður. Það eru gaman að fylgjast með þér. Það eru gaman að taka stöðun eftir svona 5 ár. Já, maður. Sjá hvað búið að gerast þá. Já, maður. Og væntanlega fara nokkur sem til Vegas í millitíðinni. Já, það ekki, jú. Glæsilegt, bara takk fyrir. Já, takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á postlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.